Við erum að opna hérna nýjan veitingastað í Nauthólsvík sem ber hið gamla nafn Nauthóll og það í rauninni bara verður svona skemmtileg stemning hérna, svona bæði fyrir göngufólki sem að labba og allt útivistafólki hérna í náttúrunni, sjósundkappana og alla háiringana, ásamt bara öllum öðrum. Við ætlum að vera að bjóða hérna upp á fjölbreyttan og skemmtilegan matseðil, ásamt svona kaffi matseðli, það er hægt að fá sér köku og kaffi og kakó og hérna við ætlum að halda verðunum bara góðum á þessum tímum og hafa þetta bara svona léttan og skemmtilega stað. Það náttúrulega frábært að vera hérna og upplifa alla þessa náttúruperlu hérna í kringum. Við erum með Nauthólsvíkina á aðra hönd og svo erum við með Öskjuhlíðina á hinna höndina. Og það eru hérna góðir útipallar, þannig að á sumrin verður án efa hérna pláss fyrir 80–100 manns sem sitja úti og borða góða veitingar. Og hérna svo erum við einnig með veislusal sem mun bera nafnið Sjónarhóll og hann verður notaður til útleigu fyrir hvern sem ráðstefnur, fundir, brúðkaup og afmæli, hvað sem Kúlletasúpa. Ok, við ætlum að lampa saman sjúkling og bringu. Já, maturinn okkar hérna í Nauthól, við viljum hafa ferskan og góðan. Hlutirnir á bak við það að fá nýtt og ferskt hráefni inn til okkar á hverjum degi og vinna það allt frá grunni. Matreiðslan okkar hún er einföld en aftur á móti ferska því við erum alltaf að vinna með þetta sama hráefni. Það sem kannski aðskilur okkar öðrum þá erum við að laga allar þessar dressingar, þessar deserta, erum að baka brauðin okkar. Við kaupum ekkert, það ekkert aðkeypt. Hérna kemur allt óunninn í hús og lagað frá grunni. Ástæðan fyrir því að við kaupum ekki tilbúna vörur að þær eru einfaldlega verri, bragðast verr, þær eru ekki ferskar, næringargildið horfið. Og fólk nú til dags það hugsar um heilsuna og hugsar hvað það að setja ofan í sig og við viljum þóknast í fólki.